Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum að halda áfram umræðu sveitarstjórnarkosningarnar framundan. Það er nú svolítil spenna það hvort vinstrið eða hægrið mun hafa betur í Reykjavík. Við höfum séð fjölmiðlunga þekkta hrósa oddvita sósíalista, ungum oddvita, 25 ára gamalli konu, og sumir segja að það sé svolítið stemning á vinstri kantinum en aðrir eru annarar skoðunar. Það eru líka hræringar í heiminum í kringum okkur sem full ástæða til þess að gefa aukinn gaum, og svo alltaf einhverja væringar í flokki fólksins, og ég veit ekki hvort við komast yfir öll þessi umræðefni, en hann komin hingað hinn geðþekki Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur. Vertu velkominn, Ólafur. Takk. Ég var að byrja á Orbán aðeins áður en við förum hingað heim. Þetta stórtíðindi að hann sé felldur af stalli? Já, það eru fyrir minn hatt gríðarleg tíðindi. Hann búinn að vera þarna í 16 ár. Já. Og hann hefur verið að þróa kerfið í Ungverjalandi í átt til einræðis. Mjög ólýðræðislegir stjórnarhættir, og þar að ekki hefur hann verið náttúrulega mjög óþægur ljár í þúfu Evrópusambandsins. Nú skíttapar hann. Stjórnarandstöðinni tókst að sameinast gegn honum undir forystu Magyars, og TISA-flokkurinn fekk 54% atkvæða, en það skilaði honum 69% þingsæta, vegna þess að kosningakerfi sem Orbán hafði hannað fyrir sjálfan sig, þannig að stærsti flokkurinn fengi mjög aukinn, stærri meirihluti í þinginu, að nú kom það í bakið á honum. Já. Og þetta skiptir gríðarlegu máli. Hann féll á eigin bragði. Hann féll á eigin bragði, en þetta skiptir gríðarlegu máli vegna þess að Orbán hafði þegar hann hafði svona stóran meirihluti í þinginu, þá breytti hann ýmsum ákvæðum stjórnarskrárinnar. Til þess þarf 2/3 meirihluti í þinginu, og nú fékk stjórnarandstaðan þennan meirihluta og getur þess vegna breytt stjórnarskráni, og það gerir flokknum miklu auðveldara að vinda ofan af margvíslegum, ólýðræðislegum gerningum sem að Orbán hafði framkvæmt. Þannig að þetta gríðarleg breyting. Nú það að vísu þannig að hinn nýji leiðtogi, Magyar, hann venjulega talinn svona klassískur hægrimaður. Hann var í flokki með Orbán áður, en ég hef ekki séð neitt annað heldur en það að hann sé klassískur hægrimaður í þeim skilningi að hann vilji virða leikreglur frjálslynd lýðræðis, en Orbán notaði hugtakið ófrjálslynd lýðræði þá einræðistilboði sem að höfðu á sér stað undir hans forystu. Þannig að þetta eru þáttarskil í sögu Ungverjalands, og í rauninni líka þáttarskil í stöðunni innan Evrópusambandsins. Þar sem að hins vegar kannski of fljótt að draga miklar ályktanir en það það að mér sýnist þetta vera enn eitt merkið það að mjög víða sé að fjara undan öfgasinnuðum hægri þjóðernispopulisma. Ég þykist hafa séð mörg merki það í Bandaríkjunum, að það sé að fjara undan Trump, og Trump og Vance lögðu mikla áherslu á það að styðja Orbán í þessum kosningum. Það fór ekki vel, og það hefur reyndar verið þannig síðan Trump komst til valda í seinna skiptið að vinir hans hafa nú eiginlega allstaðar tapað kosningum. Það bara kostdauðans þegar Trump það jaðrar við að það sé korsdauðans, það alveg rétt hjá þér. Þannig að það spurningin hvort að þetta sé fyrirbóði þess að hápunkturinn á svona þjóðernispopulisma sé liðinn. Næst verður auðvitað afar fróðlegt að fylgjast með því hvernig kosningarnar á miðju kjörtímabili, þingkosningarnar í Bandaríkjunum í haust, hvernig þær fara.
en kennimerki í skoðanakönnunum og ekki síst í alls konar aukakostningum undanfarið hafi verið demókrötum mjög hagstæðar. Og slagur Trump við páan mun og ekki hjálpa honum á komandi vikum. Ef þú hörnað, það stundum sagt að í pólitík sé skynsamlegt að velja sér slagi. Trump hefur ekki verið mjög góður í því undanfarið að velja sér slagi. Nei. Það skilur til dæmis enginn í því hvað fyrir honum vakti með þessari fáránlegu árás á Íran. En einhver myndi nú segja að það væri nú hámark dómgreindarleysisins að velja sér páfan sem óvin. En sem sé við vitum ekki ennþá hvernig þetta þróast en þetta gætu verið sko miklu meiri tíðindi á heimsvísu heldur bara kosningaúrslit í einu landi. Við sjáum líka til dæmis að nú hafa orðið vinslit með Meloni, forsætisráðherra Ítalíu og Trump, það hafi verið gott með þeim. Meloni náttúrulega hefur verið talin svona hægri populisti, en hún hefur hins vegar reynst miklu svona hófsamari og pragmatískari stjórnmálamaður heldur en margir áttu von á. Og nú skilið milli hennar og Trump. Hún hefur reyndar verið í tálitlum vandræðum, hún tapaði þjóðaratkvæðagreiðslu á dögunum, en hún kannski bara svo hyggin að sjá að það ekki mjög hyggilegt fyrir hana að vera í of miklum tengslum við Trump. Nei. Fyrir nú utan það að tengslin milli eða sambúðin milli Evrópu og Bandaríkjanna heldur bara áfram að versna. Já. Þannig að við erum í rauninni það hefur verið að teiknast upp fyrir okkur algjörlega ný heimsmynd. Þar sem að Kína og Bandaríkin eru öflugust. Evrópa hefur verið að styrkjast og Rússland veikara, telst varla lengur með stórveldum. Þeir hafa að minnst kosti hernaðarlega, hefur þeim gengið gríðarlega illa í Úkraínustríðinu, þó að vísu sé ástæða til að óttast ýmislegt annað sem þeir eru að gera, varðandi gervigreind, varðandi falsfréttir á miðlum og skemmdarverk og þess háttar. En það sem að ég held að verði fróðlegast að fylgjast með hvernig þetta heldur áfram sem sé samskiptin milli Evrópu og Bandaríkjanna og hvernig Kína kemur inn í þá mynd. Hvort að tengslin milli Evrópu og Kína muni til dæmis verða vinsamlegri ef að tengslin milli Bandaríkjanna og Evrópu halda áfram að versna. Ég var reyndar á ráðstefnu í gær á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands sem var það sem spurt var hvort að við stæðum núna á krossgötum varðandi alþjóðamálin og menn voru nú ekki alveg á einu máli það en það var svona almenni tónninn var sá að við stæðum verulega á verulegum krossgötum. Það væri hérna í rauninni þetta ástand í Bandaríkjunum gæfi tilefni til endurskoðunar. Ég tók eftir því í vikunni að Dagur B. Eggertsson og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir að þau byrjuðu saman með podcast til að ræða utanríkismálin. Flekaskill, held ég að kalla það. Já, og þau eru náttúrulega ekki sammála um alla hluti, en ég horfði á fyrsta þáttinn og hann var svona eins og kennslustund í því sem stundum kallað samræðustjórnmál. Afskaplega málefnaleg umræða, þar sem að menn voru ekki að skora punkta í einhverjum hanaati, heldur í rauninni horfði maður bara á 2 stjórnmálaleiðtoga sem að báðir virtust vera að reyna að hugsa sig í gegnum erfiða hluti og Þórdís Kolbrún hefur einmitt lagt áherslu á að staðan núna sé í rauninni algjörlega ný staða í veröldinni og minni mjög margt á stöðuna 1949 þegar að NATO var stofnað og Bjarni Heitinn Benediktsson sem hún vísar mjög oft í hafði forystu það á Íslandi að Íslendingar hverfðu frá hlutleysisstefnunni og gengu í Atlantshafsbandalagið sem var auðvitað afskaplega róttæk breyting á Íslandi
og Bjarni gerði þetta augljóslega ekki af einhverjum flokkshagsmunum Sjálfstæðisflokksins. Þetta var ekkit endilega mjög sérstaklega vinsælt. Heldur var þetta greinilega mat á því að í nýrri stöðu yrðu Íslendingar ábyrgir stjórnmálamenn á Íslandi að taka erfið skref til þess að takast á við þennan nýja veruleika. Og hún hefur að vísu ekkit útskýrt nákvæmlega hvaða skref hún telur rétt að stíga núna í þessum nýja erfiðari og flóknari veruleika en hún að minnsta kosti ólíkt sem sé mjög mörgum öðrum í stjórnarandstöðunni að hún leggur áherslu á að það sé full ástæða til að staldra við og velta málum rækilega fyrir sér frá grunni. Nú þegar að alþjóðakerfið sem að hefur verið ríkjandi í veröldinni og stuðlaði að stöðugleika gegnum allt kalda stríðið. Svo það væri eitthvað aðeins svona upp og niður, þá var í aðalatriðum stöðugleiki. En nú Trump kominn langliðina með að rústa því kerfi, eða minnsta kosti eru orðnir miklir skafangur af því. Já. Og þetta mjög áhugavert að sjá einhverja stjórnmálamenn á Íslandi taka þetta alvarlega og ræða þetta ekki bara úr skotgröfum eða með í hanaslag heldur velta þessu fyrir sér í alvöru málefnilega. Já, mjög gott skrif. En viltu spá fyrir það hvort þessi tvö munu enda í sama flokki innan tíðar? Nei, ég vil ekki spá neinn það. Nei. Heyrðu, við skulum Það nú reyndar mjög ólíklegt. Það ólíklegt. Þetta var mjög fróðlegs samantekt. Takk fyrir þetta, Ólafur. Ef við förum þá hingað heim aðeins tengt því sem hefur verið að tala að breyttu kannski hlutverki ESB og annað. Ég fór í Kringluna í gær og ég var að ræða við almenning sveitarstjórnarkosningarnar framundan og það heyrðist svo gagnrýni að það væri svona óvenju dauflegt og óvenju lítið talað sveitarstjórnarkosningarnar núna vegna þess hvað mikill fókus væri á þjóðaratkvæðisgreiðsluna síðsumars og varðar ESB. Þú varst að tala samræðu stjórnmál Þórdísar og Dags. Við höfum ekki séð, það ekki orðið sem að manni dettur í hug þegar maður veltir því fyrir sér hvernig stjórnarandstaðan hefur talað þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu. Ekki beinlínis. Nei, ekki beinlínis. En það sem kannski áhugavert að hún virðist ná með einhvers konar tilfinningarökum til þjóðarinnar vegna þess að við sáum könnunundaginn sem að sýndi það að Íslendingar eru ekkert mjög innkeyptir fyrir þessu framhaldi að marka á könnun. Já, það nú ekki alveg rétt hjá þér. Það ekki? Það kannanir sem við höfum séð undanfarið að þetta rauninni könnun eða sem sé spurningum tvennt. Annars vegar það hvort það sé rétt að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og niðurstöðurnar þar voru að mjög skýr meirihluti taldi rétt að fara í þessa atkvæðagreiðslu. Síðan var aftur könnun núna nýverið sem þar sem að menn voru spurðir hvort að þeir vildu ganga í Evrópusambandið eða ekki og þar kom fram eins og segir að þeir voru fleiri sem vilja ekki ganga í Evrópusambandið á þessum tímapunkti heldur þeir sem sögðust vilja ganga inn en síðan var líka tölvöður hópur sem var óráðinn í þessu og andstæðingarnir voru ekki í meirihluta, þeir voru ekki yfir 50%. Nei. Þannig og þeir reyndar þegar að þetta var greint eftir flokkum þá var þetta nú skipuðu menn sér mjög í fylkingar sem sé þeir voru dregnir drófust í sína dilka stuðningsmenn Viðreisnar og Samfylkinga upp til hópa með aðild stuðningsmenn Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur kjósendur þeirra upp til hópa á móti en það sem kom mér svona óvart var að meðal kjósenda fólksins þá voru það 49% sem sögðust styðja inngöngu í Evrópusambandið meðan að rétt þriðjungur af kjósendum fólksins sagðist vera andvígur inngöngu og þetta áhugavert vegna þess að þarna rímar ekki það sem kjósendur flokksins að segja það sem að
það sem að forystaflokksins hefur verið að segja. En það er ennþá, sko, þegar að spurt hefur verið líka í könnunum það hvort að menn ætla að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í haust, að þá var í síðustu könnun sem ég sá rétt ríflega helmingur, 52% sem sögðu telja líklega að þeir segðu já og 48% nei, þannig að það er algjörlega, ég held að þetta sé ennþá bæði algjörlega opin spurning hvort að það verður samþykkt í haust að halda áfram í viðræðurnar og síðan þegar samningur liggur á borðinu þá held ég að það sé ennþá algjörlega opin spurning hvort að hann verður samþykktur eða felldur og það mun ráðast ef að verður farið í viðræðurnar þá held ég að niðurstaðan í restina í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni að þar muni skipta mjög miklu máli nákvæmlega hvernig samningurinn verður sérstaklega hvers konar samningi Íslendingar næðu varðandi fiskveiðar eða sjávarútvegsmál landbúnað og kannski orkumál. Þannig að þetta er ennþá allt saman mjög opið. Þetta er opið, en þjóðaratkvæðagreiðslur verður samt að tímasetja með skynsamlegum hætti. Já. Og það svona eftir, ef það kæmi nú á daginn að Íslendingar myndi bara segja nei, núna síðsumars, þá yrði nú að líða einhver x tími, er það ekki áður en málið yrði næst tekið upp, er það ekki eðlilegt bara svona? Það er mjög eðlilegt, það er dautt í einhver tölverðan tíma. Já, og þessi gagnrýni sem að ég mætti í kringlunni í gær að þetta væri að taka frá sveitarstjórnarkosningunum, blæstu bara á þetta? Já, eiginlega ger ég það nú, alveg frá því ég man eftir mér þá hef ég heyrt skilur fólk segja þetta er nú alveg óvenjulega dauf kosningabarátta. Þetta var nú allt öðruvísi og hressilegri hérna í gamla daga og svo finna þeir einhverjar ástæður fyrir því þetta sé svona rosalega dauft. Svo náttúrulega verður það ekki daufara heldur en það hafði verið venjulega. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að það er nú ekki nema að það er nú ennþá mánuður og 1 dagur til kosninga. Kosningabaráttan er eiginlega ekkert farin af stað. Ég sá að í gær var fyrsti þátturinn í sjónvarpinu þar sem voru fulltrúar 3 framboð í Reykjavík að ræða þetta og það er komið nýtt, þar var meðal annars nýtt framboð, góðan daginn heitir það, í Reykjavík. Þannig að kosningabaráttan er ekkert farin af stað og hins vegar munum við sem betur fyrir búum við þau góðu býti á Íslandi að fjölmiðlarnir, allir, dekka kosningabaráttum mjög vel. Þannig að íslenskir frambjóðendur almennt talað bæði í þingkosningum og sveitarstjórnarkosningum þeir fá mjög góð tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum og framfæri og ég hef engar sérstakar áhyggjur af því að þetta taki ekki vel við sér. Hitt er svo annað mál að í undanförnum sveitarstjórnarkosningum þá hefur kjörsókn minnkað verulega. Hún hefur alltaf verið minni í sveitarstjórnarkosningum heldur en í þingkosningum en hún hefur verið farin niður í 60-70% í staðinn fyrir að vera í kringum 80% eins og hún var. En ein af ástæðunum fyrir því hins vegar er sú að í sveitarstjórnarkosningum eru það mjög margir útlendingar, erlendir ríkisborgarar sem að hafa kosningarétt, sem að hafa ekki kosningarétt í alþingiskosningum og af því að erlendur ríkisborgararnir kjósa í miklu minna mæli heldur en Íslendingarnir eða sem sé upprunalegu Íslendingarnir eða hvað þú vilt kalla það þetta er umtalsverð skýring á því af hverju kjörsóknin er minni í sveitarstjórnarkosningum heldur en í þingkosningum. Það er svo önnur spurning af hverju þessi lága kjörsókn þeirra sem eru ekki ríkisborgarar af hverju hún er svona miklu minni en það er annað vandamálið eða viðfangsefni. En ertu ekkert smeykur við það sem ratar í fréttir eins og að frambjóðandi Miðflokksins ekkur göngugötu og kvartalunda bílastæðum og fær 180.000 áhorf og alveg fyrirsagnir í öllum fréttamiðlunum dag eftir dag og meðan einhver svona stærri mál liggja og bætt hjá garði. Ég sé nú ekki þetta sín einn breyting. Hefur þetta alltaf verið svona? Þetta hefur meira og minna alltaf verið svona að þú færð bæði málefnilega umræðu og svo færð ýmislegt svona photo-ops og þess að ég man nú að þegar ég var í Bretlandi að þá
vakti var svo mynd af Margaret Thatcher sem vakti mesta athygli var þar sem hún hélt á kálfi í fanginum. Það var nú ekki endilega mjög málefnilegt innlegg en ég meina þetta ekkert nýtt. Okay. Og ég hef engar sérstakar áhyggjur af því. Nei. Svo lengi sem það gefin kostur á málefnilegum umræðum eins og ég segi fjölmiðlarnir hafa verið mjög duglegir við að gefa. Já. Ljómandi, þá missum við ekki alla trú á okkar kerfi og lýðræðið hér á meðan þú situr hér við rauðaborðið, Ólafur. Ég nefndi inngangnum að þetta væri svona svolítið tvísýnt hvort kjósendur í Reykjavík sérstaklega ætluðu að halla sér til vinstri eða hægri. Þetta eiginlega bara hnífjamt, það ekki með þau gögn sem við erum með núna? Jú, það eiginlega hnífjamt og hérna ef að það nú oft hannig að kjörsóknin nú betri ef að það mikil spenna í kosningunum og það virðist allt stefna í það hér að það geta orðið mjög mikil spenna í Reykjavík. Já. Og núna bara fyrir viku eða svo þá birti Vísir kosningaspá sem að Baldur Héðinsson hefur tekið saman fyrir þá þar sem að hann er með ákveði reiknilíkan og þar sem hann byggir sem sé sína spá í þessu tilfelli á 3 könnunum og þær gefa það skýrt til kynna að sko ef við tölum vinstri blokk og hægri blokk að þá séu þær nánast hnífjafnar og hérna Viðreisn sé í algjöru lykilstöðu myndun meirihluta eftir kosningarnar. Já, þessu spáðir þú nú fyrir nokkrum mánuðum hér við þetta rauða borð? Já, þetta hefur lengi legið fyrir að þetta væri nú ekkert ólíklegt en ef við skoðum fyrst hvernig þetta stendur með blokkirnar að þá í þessari kosningaspáans Baldurs að við tökum þá og segjum að í hægri blokkinni séu Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Miðflokkurinn þá eru þessir flokkar samanlagt í þessari spá með 39%. Núverandi meirihluti sem ekki lengur 5 flokka heldur 4 flokka, Samfylkingin, Vinstrið, Píratarnir og Flokkur fólksins, þeir eru með 43%, þannig að þeir eru með örlítið meira heldur en hægri blokkin. Hægri blokkin samkvæmt þessu fengi 9-10 fulltrúa, það þarf 12 í meirihluta. Vinstri blokkin fengi 10-11. Þannig að Viðreisn þarna með í þessari spá með 3 fulltrúa og ræður þannig úrslitum það hvort að meirihluti yrði myndaður til hægri eða vinstri. En það hafa orðið töluverðar breytingar líka á fylginu hérna frá því síðast og það má eiginlega segja að eins og þetta lítur út núna þá verið að keppa í 3 deildum. Í efstu deildinni eru Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn. Þau eru bæði að mælast með, þessir báðir flokkar eru að mælast með svona í kringum 23% og 6 fulltrúa hvor. Já, þannig að klisjan og turnana 2, hún á við þarna. Hún á, já, svona að einhverju leyti minnskosti, þeir gnæfa svolítið yfir og Samfylking getur nú tiltölulega litlar breytingar frá síðustu kosningum en miðað við þessar tölur þá Samfylkingin að bæta við sig 3% en Sjálfstæðisflokkurinn að tapa 2%. En það náttúrulega í sjálfu sér fyrst og fremst bara óbreytt staða. Samfylkingin reyndar bætir miðað við þessa konun 1 borgarfulltrúa við sig, þeir voru með 5 síðast. Síðan koma 3 flokkar sem að eru í annari deild eða næst efstu deild og nánast hnífjafnir, það Viðreisn sem að fengi spáð 12% og síðan Miðflokkurinn og Vinstrið með 11% hvort sko. Og af þessum 3 flokkum þá myndu miðað við þessa spá myndu sem sé 2 þeirra fá 3 fulltrúa en 1 fengi 2. Í þessu tilfellinu væri það Vinstrið sem að fengi 2 en það eiginlega engin munur á Miðflokknum og Vinstrinu í þessari spá þannig að varðandi þessa 3 þá ómögulegt að segja með einhverju vissu sko hver þeirra fengi bara 2 og hverjir fengju 3. Síðan það neðsta deildin. Þar höfum við Framsóknarflokkinn sem að með 5%, Píratana sem með 5%, Flokk fólksins sem með 3,7% og allir þessir 3 fengju 1 fulltrúa hver.
Síðan það sósíalistaflokkurinn sem með 3% þarna og mælist ekki með fulltrúa. Það þarf svona 3-4% til að fá fulltrúa, kannski aðeins nær 4%. Síðan okkar borg með 1,8% og þegar að þessar kannanir voru gerðar var þetta nýja framboð sem kennir sig við góðan daginn ekki komið fram. Nei. Og þarna hafa hins vegar í bæði í annarri og þriðju deildinni hafa orðið umtalsverðar breytingar frá því síðast. Viðreisn fer hátt í að þrefalda fylgið. Hún var með 5% síðast en fer í 12,3%. Miðflokkurinn, hann margfaldar fylgið, hann var með 2% síðast en núna að mælast með 11%. Og vinstri sem að mælast með 11% svona svipað og vinstri græn og sósíalistaflokkur Sönnu fengu í síðustu kosningum. Framsókn hins vegar að hrynja, hún fær fjórðung fylgisins, var með 19% síðast, 5% núna. Píratarnir eru líka að tapa meir en helmingi fylgisins, fara úr 12% í 5%. Frjálslyndi flokkurinn aðeins lægri núna að mælast heldur en síðast en það bitamunurinn ekki fjár. Þannig að þetta eru stóru línurnar í stöðunni eins og hún núna. En það náttúrulega mánuður til kosninga og það getur margt breyst. Við höfum séð það sáum það til dæmis bara í síðustu alþingiskosningum að síðasta mánuðin urðu umtalsverðar breytingar á fylgi flokkana. En eins og staðin núna að þá stefnir í æsispennandi kosninganótt og þó alveg sérstaklega í æsispennandi meirihlutaviðræður eftir kosningarnar. Já, þetta verður bara, maður bara strax svona neglunar. en að því þú nefndir kosninga, þátt verður þú sjálfur enn einu sinna á skjánum hjá Ríkisútvarpinu á kosningavöku? Það nú bara ekki búið að ganga alveg frá því, en sennilega verði ég eitthvað, ekki endilega í sama hlutverki og áður, en sennilega eitthvað. Já, ég vona það. En það ekkert langt síðan ég las síðast einhvern status það að við værum nú svolítið að greina okkur frá nágrannaþjóðunum hvað varðar tímann sem líður frá því að kjörstað lokar og þangað til að allt liggur fyrir. Verða einhverja betrumbætur á talningu hjá okkur núna frá því sem verið hefur? Ég hef ekki séð neitt það. Nei. Og þetta hefur nú verið skárra í sveitarstjórnarkosningum heldur en í alþingiskosningum. Þó að til að mynda þá hefur mér nú sýnst að það náttúrulega er sérstaklega í stóru sveitarfélögunum sem talningin getur gengist tiltölulega hægt. En ég hef aldrei skilið af hverju henni ekki raðað. Það mjög auðvelt að gera það með því að fjölga talningamönnum. En ég veit ekki hvort menn að spara eða hvort þeim finnst gaman að hafa langa kosninganótt og bíða lengi eftir úrslitum. Í þingkosningum hefur þetta hins vegar hefur biðin verið miklu lengri heldur en í sveitarstjórnarkosningum og það hefur fyrst og fremst stafað af því að í undanfarandi þingkosningum hefur bara verið kosið verið bara talið á einum staði í hverju kjördæmi. Til dæmis í norðvestur kjördæminni hefur bara verið talið í Borgarnesi. Þannig að það þarf að flytja atkvæðin frá Ísafirði eða að vestan og atkvæðin frá Sauðárkróki í Borgarnes. Já, og enn og ekkert alltaf góð reynsla á talningu í Borgarnesi. Nei, reyndar, það svo annað mál. Það getur alltaf gerst að eitthvað klúður verði en menn hafa reyndar verið að reyna að tryggja það með svona betra samræmi og eftirliti og auknu vægi landskjörstjórnar að koma í veg fyrir svona klúður eins og gerðist í Borgarnesi en ég hef bara en ég skil ekki af hverju til dæmis í norðvesturkjördæmi það ekki talið í Borgarnesi, á Ísafirði og Sauðárkróki, það ekkert sem bannar það. Það hægt að ákveða það. Þegar að kosningalögin voru gerð þegar þeim var síðast breytt í grundvallaratriðum 2021 þá var það tillaga nefndar sem hafði unnið mjög vandað starf við að undirbúa þær breytingar að þeirra tillaga var svo að í alþingiskosningum yrði talið eftir sveitarfélögum sem væri mjög mikil breyting þó ekki róttækari breyting en svo að þetta sá háttur sem yfirleitt hafður á hér í nágrannalöndunum til dæmis á Norðurlöndunum
og ef að þú telur eftir sveitafélögum þá náttúrulega ertu með miklu minni einingar og ef þú ert með sæmlegan mannskap þar þá geta úrslitin legið miklu fyrir og það er alveg rétt að hér í nágrannalöndunum þá sko það er nú reyndar víða þar svona exit polls eða útgönguspár sem að eru birtar eiginlega strax og kjörstöðum líkur og það reynast oft réttar nema ef það er mjög knappt þá náttúrulega getur ýmislegt breyst og hefur gert í Skandinavíu en þar liggja úrslitin venjulega ljós fyrir miðnætti og ég sé enga skynsamlega skýringu á því af hverju við getum ekki gert þetta hér. Menn geta vísu sagt að það sé mikilvægar að telja rétt heldur en telja hratt og auðvitað það rétt. Hins vegar þá sýnir náttúrulega reynslan frá nágrannalöndunum að það er engin vandi að telja bæði hratt og telja rétt. Já. Hérna svona rétt í lokin, Ólafur, ef þú skoða fréttir síðustu daga, þá ég ætla að fara með þig inn á Alþingi. Ég ætla að fara með þig hérna inn á Alþingi og þar ríkisstjórnarflokkur sem heitir Flokkur fólksins. Núna þegar við erum að taka þetta upp, þá hún Inga Sæland, formaður flokksins í fyrirsögnum að kennarar hafi gengið út á meðan hún flutti ræðu sína að hún ætla að breyta einkunnakerfi í grunnskólan og taka upp tölur og eitthvað svona. Og í gær þá bara í morgun í Mogganum þá heyrðu við að það kom frambjóðan oddvita Flokks fólksins í Reykjavík, Guðmundi Inga á óvart að heyra umsjónamann Kastljós eða Silfursins, ég man ekki hvort það var, kynna það að hann ætlaði ekki að koma í umræðinu því að hann hafði ekki fengið upplýsingar það, þá var það eitthvað sem Heimir Már Pétursson, kosningastjóri og framkvæmdastjóri flokksins hafði ákveðið. Guðmundur Ingi Kristjánsson, engin smámaður, varaformaður flokksins, eða jafnaldri Ingu í þessum flokki, hann hættur í flokknum og við vitum ekki af hverju, en það talað trúnaðarbrest. Þetta bara síðustu dagar og svo ef við færum lengra aftur í tíman þá myndum við sjá að það er ansi mörg mál og ég hef mikið velti fyrir mér, það sko, er hluti af þessum fréttum sá að það sótt rosalega fast að þeim og það mikill vilji hjá sumum fjölmiðlum til þess að líta þannig á að þetta sé veikast í hlekkurinn og það sé einhvern veginn hægt að brjóta hann eða Flokkur fólksins sem stofnun sem hefur áður verið í minnihluta og ekki borið þá ábyrgð sem hún hún bara svona einhverju leyti ekki vel undir það búin að axla það ábyrgð og fungera sem valda flokkur sem að flokkurinn núna. Þegar þú skoðar Flokk fólksins og þessi mál sem ég verið að nefna og kannski berð þetta sem ég að tala sama við smáflokka samt með mikil völd, oft tímabundið aftur í tíman. Þetta eitthvað sérstakt eða hefur þetta oft komið upp? Já, það nú kannski erfitt að svara þessu. Ég hugsa að það sé eitthvað til í báðum skýringunum sem þú nefnir. Að einhverju leyti það þannig að tiltekni fjölmiðlar þeir líta svo á að Flokkur fólksins sé góður skoðspænir og þeir sýna honum litla miskunn í umfjöllunum alls konar vandræði sem flokkurinn hefur lent í. Hins vegar það líka rétt að Flokkur fólksins náttúrulega á margan hátt óvenjulegur stjórnmálaflokkur eða hann ólíkur gömlum valdaflokkum. Hann í rauninni stofnaður sem andkerfisflokkur fyrst og fremst í kringum baráttu sem sé fyrir bættum kjörum fátæksfólks og öryrkja. Hann eiginlega dæmigerður svona stjórnarandstöðuflokkur og það við reynslan sýnir að þegar nýr flokkur sem að hefur verið andoflokkur kemur inn í ríkisstjórn þá hann náttúrulega ekki sjóaður inn í húsi valdsins og það getur valdið ýmsum vandræðum og hefur gert það í tilvíkinu með Flokk fólksins. Stundum við kannski skýrast að dæmið það hvernig svona
nýr flokkur sem kemur í ríkisstjórn reynist brothættur getum við tekið af ríkisstjórninni 2017, ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar sem að sprakk eftir innan við ár vegna þess að Björt framtíð sem var svona nýr flokkur ákvað að slíta eða sem sé ákvað að slíta stjórnarsamstarfinu út af svokölluðu uppreist ærumáli. Já, það var út af prinsipp eða hugsjón, getur maður ekki sagt það? Menn geta reynt að segja það þeir vilja. Ertu ósammála því? Já, ég er nú reyndar ósammála því, en það skiptir ekki máli hér. Það sem skiptir máli að flokkur sem með þannig innviði að það ákveðið fyrirvaralaust á næturfundi sem að hluta til fólk mætt á að hluta til í sem sé rafrænu sambandi að þar bara ákveðið að slíta stjórnarsamstarfi og ég ekki einu sinni viss að ráðherrar flokksins hafi verið mjög vel inn í því. Þetta, þú getur rætt hvort að þetta hafi verið prinsippmál, það má vel vera að menn líta þetta sem prinsippmál en það sem að þarna aðalmáli þarna frá sjónarhóli ríkisstjórnarinnar að mál af þessu tagi að það veldur stjórnarslitum og það náttúrulega og þess vegna held ég að við þurfum þegar við veltum fyrir okkur flokki fólksins að því að það var náttúrulega hafa margir sagt og sögðu fyrir kosningar að flokkur fólksins væri gjörsamlega óstjórntækur. Hann gæti ekki verið í ríkisstjórn, það myndi ekki vera neitt ægi í þingflokknum og hann myndi hlaupa út undan sér í öllum málum og þar hann myndi götunum. Ef við horfum á þetta út frá því hvernig samstarfið í ríkisstjórninni hefur gengið og út frá því hvernig, ef við megum nota svo óvirðulegt orðalag, flokkur fólksins hefur rekist í stjórnarsamstarfinu, þá ekkert sérstakt undan honum að kvarta í því sambandi. Það að segja að ríkisstjórnin stendur bara tiltölulega sterkt. Það hafa ekki orðið neinir sérstakir árekstrar milli stjórnarflokkana þriggja. Þannig að þessi hávaði og þessi vandræði sem hafa verið í flokki fólksins, þau hafa í rauninni ekki komið niður á ríkisstjórnarsamstarfinu og ef þú spyrir auðvitað veit enginn hvað mun gerast og ég sagði nú víst í sjónvarpsviðtali 2 dögum áður en Björt framtíð sleit ríkisstjórnarsamstarfinu 2017 þá var haft eftir mér í ríkissjónvarpinu frétt með fyrirsögninni stjórnin siglir lignan sjó segir stjórnmálafræðingur þannig að það hefði ekki hvarflað að mér þá að stjórnin þá væri í hættu en miðað við það hvernig mál standa í dag að þá sé ég ekki að það séu nein merki það að flokkur fólksins sé eitthvað að bila í þessu stjórnarsamstarfi eða að það sé einhver sérstök hætta á því að hann hyggist sprengja stjórnina. En þetta með að Guðmundur Ingi hins vegar náttúrulega Inga Sæland náttúrulega ekkert hefðbundin stjórnmálamaður, það fer mikið fyrir henni og hún ræður öllu. Já, hún virðist ráða mjög miklu. Það bara þannig. Ég skal nú ekkert fullyrða nákvæmlega það. Já, ég hef heimildir það að hún ræður ansi miklu. Inn í þessum þingflokki eru náttúrulega í þessum nýja þingflokki eru líka prýðilega öflugir þingmenn. En heldur að kvarnist ekkert úr hvað maður að segja slagkrafti flokksins og maður heyrt marga sem hafa lýst því yfir að þeir hafi kosið flokk fólksins síðast út á Guðmundi Inga sem varð ráðherra skeið og núna hann hættur í flokknum og það náttúrulega mikil illindi þarna og mikil sársauki sem kraumar undir. Heldur að þetta að fyrrum varaformaður flokksins sem komin út úr flokknum, heldur að það veiki að skaði flokkin ekki? Ég ekki viss að það skaði flokkin mikið. Það náttúrulega aldrei gott að missa mann, þetta virðist nú vera, það hefur ekki verið upplýst nákvæmlega hvað gerðist þarna. Guðmundur Ingi talar trúnaðarbrest, það hefur enginn útskýrt í hverju hann fólginn. Auðvitað aldrei gott fyrir flokk að missa svona mann og Guðmundur Ingi hefur náttúrulega verið nánasti bandamaður Ingu alveg frá því að flokkurinn var stofnaður
Þannig að þarna eru örugglega umtalsverð persónuleg sárindi. Hvort að þetta hefur einhver mikil áhrif og fylgi, það þori ég ekki að segja en mér finnst það satt best að segja frekar ólíklegt að það hafi mikil áhrif og fylgið. Já. Og í öllu tæki það er ekkert sem bendir til þess að Flokkur fólksins sé ekki stjórntækur þótt að pusi svona svolítið og gangi yfir. Já, einhvern tíma var nú sagt að frásagnir af dauða mínum eru verulega ýktar og mér sýnist ná öllu það sem við höfum séð hingað til í þessu stjórnarsamstarfi að fullyrðingar það að Flokkur fólksins sé óstjórntækur að þær séu umtalsverðar ýkjur. Já. Kæra þakkir fyrir að koma og ræða nokkur mál sem öll tengjast okkur með einum öðrum hætti. Takk fyrir komuna, Ólafur Þ. Haraldsson. Takk fyrir mig. Og ekki fara langt, kæra hlustendur, við ætlum að skipta takt en nýr kafli eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.